Fjöldi slasaðist alvarlega þegar rúta með yfir 20 erlendum ferðamönnum fór út af veginum Öxnadal síðdegis. 2 sjúkraflugvélar og þyrla voru sendar eftir slösuðum til Akureyrar. Kristján Loftsson segist ekki hættur að veiða hvali þótt ekkert verði af veiðunum í ár. Hann sakar matvælaráðherra að koma viljandi í veg fyrir vertíðina með töfum. Forseti Rússlands segist ekki geta samið frið nema að Úkraína gefi eftir landsvæði og hætti við að ganga í Atlantshafsbandalagið. Tilboð í anda Adolfs Hitler, segir Úkraínuforseti. Ferðamenn sem fréttastofa ræddi við í Leifsstöð vissu ekki að hægt væri að taka strætó til Reykjavíkur. Vegagerðin hefur ítrekað óskað eftir því að aksturinn sé kynntur betur í flugstöðinni og aðstaða strætó bætt. Leikina og milljarðar fylgjast með við sjónvarpsskjáina allan heim. Komið í sæl. Sjónvarpsfréttir heilsa á nýjum sumartíma. Eins og komið hefur fram verða sjónvarpsfréttir á dagskrá klukkan 21 fram til 12. ágúst vegna útsendinga frá Evrópumeistaramótinu í knattspyrnu karla og Ólympíuleikunum. En fjöldi erlendra ferðamanna slasaðist, sumir alvarlega, þegar rúta fór út af veginum í Öxnadal nálægt Fagranesi skömmu fyrir klukkan 5 í dag. 22 farþegar voru í rútunni auk bílstjóra. Allt tiltækt viðbragðslið var sent á staðinn, fjöldinn allur af sjúkrabílum, björgunarsveitafólk og slökkvibílar, auk þess sem 2 sjúkraflugvélum og þyrlu Landhelgisgæslunnar var flogið til Akureyrar til að sækja slasaða og fara með til Reykjavíkur. Landspítalinn var settur á óvissustig vegna slyssins samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Veginum Öxnadalsheiði var lokað og mynduðust langar bílaræðir beggja vegna slysstaðarins. Bílum var hleypt af heiðinni klukkan 7 en vegurinn enn lokaður og verður líklega fram eftir nóttu. Á meðan umferð beint fyrir Tröllaskaga. Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka slysið. Allir viðbragðsaðilar í Eyjafirði voru kallaðir til og síðan kemur í ljós þegar fyrstu aðilar koma á vettvang að fjöldinn þó nokkur sem slasaður, alvarlega slasaður og þá varst bara að vinna við að greina á staðnum og flytja síðan inn á sjúkrahúsið á Akureyri. Og síðan fer fram nánari skoðun þar og aðhlynning og einhverju munu síðan vera fluttið suður. Þetta er erlend rúta á erlendum númerum og þetta voru erlendi ferðamenn og það er búið að vinna því að ná samskiptum við þeirra tengiliði hér á landi og erlendis. Og við flytjum nánari fréttir af slysinu á vefnum okkar RÚV.is. En forstjóri Hvals HF segir að enginn hvalur verði veiddur á þessari vertíð. Hann hefur samt ekki gefist upp á veiðunum og ætlar að sækja leyfi aftur. Matvælaráðherra heimila á þriðjudag veiðar á 128 langareiðum. Ætlar þú á hvalveiðar í sumar? Nei, það er alveg vonlaust. Það hefur held ég legið fyrir tiltölulega lengi. Hvers vegna? Já, fyrsta leið þá hefur þessi kona sem er þarna matvælaráðherra legið undir feld eins og hún segir sjálf og að ráðtaka hvað hann ætlar að gera. Og það getur verið engin kvóti eða eitthvað og við hefum ekkert getað undirbúið okkur nokkuð skapaðan hlut. Og ef hún heldur það virkilega að þú getur sett í gang svona starfsemi með dagsfyrirvara þá er hún á okkur annarri plánetu heldur en flestir Íslendingar. Kristján segir að 150 manns koma að veiðum og vinnslu þegar mest lætur. Og það fólk er í vinnu annars staðar og þú grípur það ekkert upp svona djöfslega, það er bara ekki þannig. Þetta er allt úthugsað alveg niður í kjölinn af þessu vinstri grænu stalinistum sem að stjórna þarna. En hvað með ráðherra hinna stjórnarflokkana sem studdu ákvörðunina? Já, ég bótt ekkert í þeim að vera að hæla þessari ákvörðun. Þeir hafa gert það ráðherrarnir þó nokkuð margir. Þú telur að þetta sé allt of fá dýr til þess að þetta geti verið sjálfbær búskapur? Já, það er ólítið. Hitt er svona gengur, en þegar þú skerrir þetta niður það er 40%, þá er það helviti mikið. Og þetta er allt eftir bókinni. Þeir eru búin að kortleggja þetta alveg niður í kjölinn, þetta vinstri græna lið. Þannig að þú beinir spjótið þínum aðalega gegn þeim? Já, þeir tala þannig, þeir séast vera á móti hvalveiðum og hún hefur sagt að sjálf konan sem er ráðherra núna, Olsen, að hún sé á móti þessu en hún hafa orðið að gera þetta og gera það þá þannig að það er ekki nokklega að eiga við þetta. Sérðu kannski fram á að síðasti hvalurinn hefur ykkur að vera veiddur? Nei, ég sé ekkert fram á það. Þú ætlar þá einhvern tímann að gefa hann? Já, en þetta er nú allt háð einhverju stemplum frá þessu opinbera kerfi og þá það er það ekki um að skrifa þeim aftur og sjá hvað gerist.
Útlendingafrumvarp dómsmálaráðherra var samþykkt á Alþingi í dag með 42 atkvæðum. Allir þingmenn stjórnarflokkana greiddu atkvæði með frumvarpinu og einnig þingmenn Flokks fólksins og Miðflokksins. Þingmenn Viðreisnar og Samfylkingar sátu hjá í atkvæðagreiðslunni. Þeir sögðust vera hlynntir markmiðum frumvarpsins en gagnrýndu einstök ákvæði eins og til dæmis breytingar á reglum varðandi fjölskyldusameiningar. Þingmenn Pírata voru þeir einu sem greiddu atkvæði gegn frumvarpinu. Við erum á móti þessu máli. Það er ekkert gott í þessu máli. Þetta mál, þær breytingar sem er verið að gera, það eru auka ekki skilvirkni, það eru auka kostnað, það eru auka álag á Útlendingastofnun með því að stytta gildistíma dvalarleyfa. Þetta er algjörlega tilgangslaust og er svolítið ríkisstjórnin bara að gera eitthvað. Markmið frumvarpsins eru skýr í þessum mikilvæga málaflokki. Þau eru, eins og hér hefur komið fram, að samræma okkar löggjöf Norðurlandanna en einnig að taka hér út úr okkar löggjöf sér íslenskar málsmeðferðarreglur. Já, breytingarnar voru samþykktar í dag, en hvaða breytingar eru þetta á löggjöfinni? Í fyrsta lagi verður gildistími dvalarleyfa styttur úr 4 árum í 2 til 3 ár. Í öðru lagi, þeir sem hafa fengið hæli hér á landi öðlast ekki rétt á fjölskyldusameiningum fyrr en eftir 2 ár. Hingað til hefur þetta verið þannig að þeir sem fá dvalarleyfi geta strax sótt fjölskyldusameiningu. Í þriðja lagi verða gerðar breytingar á kærunefnd útlendingamála. Nefndarmönnum verður fækkað úr 7 í 3. Sér íslenska reglan fellur svo úr gildi. Stjórnvöldum hefur hingað til verið skylt að kanna sérstaklega umsóknir þeirra sem þegar hafa fengið hæli í öðrum Evrópuríkjum eða fengið synjun. Framvegis þurfa stjórnvöld ekki að gera þetta. Og þá verður afgreiðslu kærumála hraðað og stytt í 90 daga að meðaltali. Við spurðum forsætisráðherra út í þessar breytingar í dag. Það eru líka send út með þessu skilaboð að Ísland ætlar ekki að standa upp úr sem sérstakur valkostur fyrir þá sem að leita sér verndar með því að hafa opnar regluverk, til dæmis varðandi fjölskyldusameiningar heldur en annars staðar. Við höfum séð það bara núna í vetur að við vorum með mun meiri þrýsting frá hælisleitendum fjölskyldusameiningar heldur en við á Norðurlöndunum og við þessu erum við að bregðast. Quang Le, kærasta hans og bróðir eru laus úr gæsluvarðhaldi en hafa verið úrskurðuð í 12 vikna farbann. Þau voru handtekin í einum umfangsmestu lögregluaðgerðum síðustu ára í byrjun mars, meðal annars grunuðu mansal, peningaþvætti og skipulagða brotastarfsemi. Aðgerðir lögreglu snýru að fyrirtækjum í eigu Quangs en hann er talinn hafa haft milljónir af starfsfólki sínu fyrir að koma þeim til landsins. Samkvæmt lögreglu eru brýnir rannsóknarhagsmunir ekki lengur fyrir hendi og því ekki hægt að krefjast áframhaldandi gæsluvarðhalds. Rannsókn málsins er enn í fullum gangi. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, tilkynnti í dag skilyrði sem hann setur fyrir því að semja frið við Úkraínu. Forseti Úkraínu segir afarkosti Pútins minna á Adolf Hitler. Tímasetningin er líklega ekki tilviljun. Á morgun hittast leiðtogar og fulltrúar yfir 100 ríkja á ráðstefnu í Sviss til þess að ræða frið í Úkraínu. Rússlandi er ekki boðið. Pútín setti í dag fram sín eigin skilyrði og segir ekki hægt að leggja niður vopn nema farið verði að þeim. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Þetta allt héruð innan Úkraínu sem rússnesk stjórnvöld segjast hafa innlimað. Auk þess krefst Pútín að Úkraína hætti við aðildarumsókn sína að NATO. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, gefur lítið fyrir skilyrði Pútíns og segir þau í anda Adolfs Hitler. Hann segir á móti að engar friðarviðræður hefjist fyrr en Rússar drægi allt herlið sitt frá Úkraínu, þar með talið Krímskaga. Í gær skrifuðu G7-ríkin undir samkomulag $50 milljarða lán vegna stuðnings við Úkraínu. Borga á af láninu með frystum eignum rússneskra auðmanna. Путин segir þetta þjófnað og hótar refsingu. Теперь же всем странам и компаниям, суверенным фондам становится очевидно, что их активы и резервы далеко не в безопасности, как в юридическом, так и в экономическом смысле слова. И следующими в очереди на экспроприацию со стороны США и Запада могут быть кто угодно. Mennirnir 3 sem handteknir voru í aðgerðum lögreglu og veitingastaðnum Gríska húsinu við Laugaveg 35 í Reykjavík í gær voru látnir lausir að loknum yfirheyrslum í gærkvöldi.
Lögregla fór í aðgerðina meðal annars vegna gruns vinnumansal og peningaþvætti. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru 2 menn sofandi í gluggalausum kjallara hússins þegar lögregla kom á vettvang í gærmorgun. Lögregla rannsakar nú hvort vinnumansal sé að ræða og hefur starfsfólki gríska hússins verið boðin aðstoð. Engin fólksbifreið, sendibifreið eða bifhjól sem knúin eru með jarðefnaeldsneyti verða flutt til landsins eftir árið 2028. Þetta er ein af tillögum í uppfærðri aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Menningar- og viðskiptaráðherra telur að endurskoða þurfi breytingar á gjöldum á rafbíla sem tóku gildi áramót. 4 ráðherrar kynntu uppfærsluna í dag. Tillögum er fjölgað úr 50 í 150. Umhverfisráðherra segir vitundum umhverfismál vera að aukast. Þessi tónn sem var það að menn voru ekki trúa á þessu, það þekki allir einstakling sem annarkvort á rafbíl eða hefur verið á rafbíl. Þetta virkar bara fínt sko. Fram kemur í áætluninni að frekari árangur í loftslagsmálum velti á því að hér á landi sé nægt framboð á grænni orku. Ein af tillögunum er að banna innflutning á almennum faratækjum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti eftir 4 ár. Rafbílar hækkuðu í verði áramót þegar ívilnun vegna virðisaukaskatts var hætt. Ég held að þetta sé eitthvað sem við verðum að endurskoða, af því að við bara þegar við lítum á tölunar og eins og var verið að kynna hér á umhverfisráðherra að við ætlum að ná árangri. Undanfarin ár hafa fiskimjölsverksmiðjur á Austfjörðum oft verið keyrðar með olíu og rafmagn á Vestfjörðum framleitt með olíu. Ekki er ljóst hvenær það ástand lagast. Þetta eru timbumenn eftir að menn hafa gert lítið í 15-20 ár í hreinorkumál. Ég held að við getum verið jákvæð en við þurfum að standa góðan vörð þessar aðgerðir og passa bara að halda pressu á það að þessum aðgerðum sé framfylgt. Vegagerðin segir aðstöðu Strætó við flugstöð Leifs Eiríkssonar óásættanlega og að ítrekað hafi verið óskað eftir úrbótum við Isavia. Myndband ferðamanns sem gekk 2,5 tíma leið á Keflavíkurflugvöll vegna þess að engar almenningssamgöngur stóðu til boða hefur vakið athygli. What are you doing this morning? Let me tell you, it's 4:30 a.m. in Iceland and there's no Ubers here, no public transport until 8 o'clock. So we're walking 2 hours to the airport right now. Ferðamönnum sem fljúga Keflavíkurflugvöll bjóðast nokkrir kostir í samgöngum til og frá vellinum. Kynnisferðir og Airport Direct keyra flugrútur í tengslum við flugáætlun og miðinn kostar 4.000 krónur. Þá er aðgengi að bílaleigubílum frekar þægilegt á flugvellinum. Og hérna fyrir framan flugvöllin standa að jafnaði leigubílar í röðum. Sjálfsagt getur verið aðeins misjafnt hvaða verð býðst en samkvæmt upplýsingum frá Hreyfli er fast verð fyrir akstur til höfuðborgarsvæðisins 20.000 krónur í venjulegum bíl. Og þá er það Strætó. Strætómiði á milli Reykjavíkur og flugstöðvarinnar kostar 2.280 krónur. En Strætó keyrir ekki í samræmi við flugáætlun heldur byrjar að keyra klukkan 6:30 á morgnana. Þá hefur verið gagnrýnt að möguleikinn er illa kynntur inn í flugstöðvarbyggingunni og strætóskilið er hérna. Í svari Isavia við fyrirspurn fréttastofu segir að upplýsingar strætisvagnaþjónustu séu á upplýsingaskilti við töskubönd og þar sem gengið er út tollahlið inn í komusal. Einnig séu upplýsingar á vef flugvallarins. We use the World Wide Web and we did not find that option available to us. So here we are on Flybus. Había leído del transporte del aeropuerto hacia Reykjavik y había leído también que los taxis son muy caros y que no hay buses en circulación con frecuencia. With the Flybus. Did you read up before coming on ways of transportation to and from the airport? Yeah, I've read about it and I've read that it's the cheapest and fastest way, yeah. Did you know that there's also public transportation? No, to be honest, I didn't know. We read that the Flybus is convenient and goes often, and that taxis were relatively expensive, so that it was perhaps the way to go is to avoid the taxi. Í svari Vegagerðarinnar sem rekur Landsbyggðarstrætó kemur fram að aðstaða fyrir strætó á flugvellinum teljist ekki ásættanleg og að ítrekað hafi verið óskað eftir við Isavia að úrverði bætt. Of langt sé í biðskili og merkingum í komusal sé ábótavant. Cyril Ramaphosa, leiðtogi afríska þjóðaráðsins, verður öllum líkindum endurkjörinn forseti Suður Afríku í kvöld, þrátt fyrir að flokkur hans hafi mist meirihluta á þinginu. Loks er það komin ný ríkisstjórn í landinu eftir að afríska þjóðaráðið myndaði stjórn með fyrrum óvinaflokki sínum.
Afríska þjóðaráðið hefur verið við völd í 30 ár, allt frá því að aðskilnaðarstefnunni var aflétt. Flokkurinn missti meirihluta í kosningunum 29. maí en þó enn stærsti flokkurinn á þingi. Næst stærsti flokkurinn sögulega óvinaflokkur þjóðaráðsins, miðhægri flokkur sem nefnist Lýðræðisbandalagið. En nú hafa þessir tveir flokkar gert samkomulag að mynda stjórn sem kölluð stjórn þjóðarsáttar. We go into this with an open hand and an open commitment to working with President Ramaphosa, the ANC, with Velin-Kosini Stabisa and the IFP, and with the other parties that may or may not join at some stage. Í dag sóru þingmenn embættiseið, reyndar ekki allir því þingmenn þriðja stærsta flokksins sniðgengu fyrsta fundin vegna efasemda úrslit kosninganna. Það gerði flokkur fyrrverandi forseta Jakob Zuma sem sagði af sér 2018 vegna ásakana spillingu. Þjóðin kýs sér ekki forseta í Suður Afríku, heldur kýs þing sem svo velur forseta. Og rétti þessu varð niðurstaða atkvæðagreiðslu á Suður-afríska þinginu ljós og Ramaphosa verður áfram forseti landsins til næstu 5 ára. En í dag voru opnaðar 2 nýjar sýningar á Þjóðminjasafninu í tilefni af 80 ára afmæli lýðveldisins. Annars vegar sýningin Þjóð í mynd og hins vegar lögréttu tjöldin. Á morgun hefst lýðveldishátíð á Þingvöllum og það af nógu að taka þar helgina. En hápunkturinn verður á sunnudagskvöld þegar Bubbi, Valdimar og aðrir þjóðþekktir söngvarar halda uppi söngvavöku á Valhallareitnum. Á sýningunni Þjóð í mynd hægt að sjá myndefni sem aldrei hefur áður komið fyrir augu almennings, eins og þetta myndbrot frá hátíðahöldunum 17. júní 1944 og af börnum fyrir utan stjórnarráðið á hátíðahöldunum í Reykjavík daginn eftir. Og Evrópumeistaramót karla í knattspyrnu hófst í kvöld þegar heimamennirnir Þjóðverjar tóku á móti Skotlandi. Hingað kominn Einar Örn Jónsson. Þetta var nú auðvelt hjá heimamönnum og kannski viðbúið eða hvað? Já, kannski viðbúið að Þjóðverjar myndu vinna en kannski ekki alveg viðbúið að þeir myndu pakka Skotum saman eins og þeir gerðu og Þjóðverjarnir gáfu bara tón. Senda svona ákveðin skilaboð til þeirra sem hafa ekki metið þá sem eina af allra sigurstranglegustu þjóðunum á mótinu. Einmitt, og talandi það er 1 leikur búinn en 50 eftir. Hverjir eru taldir sigurstranglegastir? Já, sko fyrir kvöldi í kvöld voru Englendingar efstir í veðbönkum og Frakkar rétt þar á eftir og kannski ekkert skrítið. Svona ef maður tekur bara leikmann fyrir leikmann þá eru þetta þau 2 lið sem eru hvað best mönnuð af liðunum öllum sem eru á þessu móti. Englendingar náttúrulega með aragrúa af ævintýralega hæfileikaríkum leikmönnum. Þjóðverjar náttúrulega hafa Kylian Mbappé sem mögulega svona leiknasti fótboltamaður í heimi. En þessi 2 eru talin sigurstranglegust, hugsa Þjóðverjar séu komnir upp að hlið þeim akkurat núna. Einmitt. Nú framundan, hvað getur lýst því aðeins fyrir mér? Það eru 3 leikir eða ekki á dag næstu daga? Jú, það er 1 búinn og 50 eftir, þannig að það eru 3 leikir á dag núna næstu daga, þannig til að riðlakeppnin klárast og mikill fjöldi fólks líka kominn til Þýskalands. Það eru 200.000 Skotar sem voru mættir til München að fylgjast með þessum leik. Fengu náttúrulega allir að komast af. Það eru 2,5 milljón sem að fékk miða á mótið. 50 milljónir sóttu að fá miða. Og svo náttúrulega þetta er svolítið svipsin á bæinn í dag. Skotarnir eru mjög líflegir og eru alltaf og allstaðar velkomnir á svona móti. Það er aldrei vesen í kringum Skotana, bara gleði. Einmitt. En þú fer auðvitað nánar yfir þetta allt saman í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Takk Einar Örn. Ungir og nokkuð stórhuga smiðir mættu í bátasmiðju Iðnaðarsafnsins á Akureyri. Kennarar stóðu í ströngu við að glæða margslungnar hugmyndir barnanna lífi. Hvað með alla þessa spotta? Sko, það er hægt að draga seglið upp og niður. Það er það sem er svona mikið á spottum. Er þetta sjóræningjaskip? Já. Afi minn hann heitir Frissi og ég ætla bara að kalla þetta Frissi-Pissi. Það koma allir æstir að smíða og með sínar hugmyndir og flóran á bátum. Það er ekkert að stýra neinu. Litli verkfræðingar störfum hér? Já, allt hvort það eru seglbúnaðar á skútunum eða gámaflutningaskip sem þurfa að fljóta og svo er komið með heiman alls konar efni sem að eiga að fljóta betur. Já, hérna er svona skip sem að sleppur út á sjó og þetta er svona flóttarskip. Og ég sá bara eitthvað glös. Ég hugsaði bara eitthvað límti saman til að hafa loft inni og maður myndi bara fljóta. Svo ég límti á. Hvernig bátur er þetta? Til hvers er hann? Þetta er bara svona
bara svona skemmtiferðisbátur. Og heitir hann eitthvað? Já, hann heitir Sandra. Þó bátarnir væru að mestu klárir var verkið þó ekki nema hálnað. Framundan var göngutúr niður á Tjörn þar sem í ljós kom hvort báturinn héldist á floti. Og þá að veðri. Á morgun verður norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekúndu. Skýjað með köflum norðanlands og líkur á þoku við sjóinn norðan og austanlands. Létt skýjað mestu sunnan heiða en útlit fyrir stöku skúrir síðdegis. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast suðvestan til. Kristín Hermannsdóttir fer nánar yfir veðurhorfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum Einars Arnar Jónssonar. En áður en við hleypum þeim að skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Fjöldi slasaðist alvarlega þegar rúta með yfir 20 erlendum ferðamönnum fór út af veginum Öxnadal síðdegis. 2 sjúkraflugvélar og þyrla voru sendar eftir slösuðum til Akureyrar. Kristján Loftsson segist ekki hættur að veiða hvali, þótt ekkert verði að veiðum í ár. Hann sakar matvælaráðherra að koma viljandi í veg fyrir vertíðina með töfum. Forseti Rússlands segist ekki geta samið frið nema Úkraína gefi eftir landsvæði og hætti við að ganga í Atlantshafsbandalagið. Tilboð í anda Adolfs Hitler, segir Úkraínuforseti. Ferðamenn sem fréttastofa ræddi við í Leifsstöð vissu ekki að hægt væri að taka strætó til Reykjavíkur. Vegagerðin hefur ítrekað óskað eftir því að aksturinn sé kynntur betur í flugstöðinni og aðstaða strætó bætt. Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Við verðum hér aftur á sama tíma annað kvöld klukkan 9. Takk fyrir samfylgdina í kvöld og góða helgi. Annað kvöld á RÚV. Stofan, umfjallanir